Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Hrafn Sveinbjarnarson GK farin til veiða í fyrsta skipti eftir umfangsmikla breytingar á skipinu. Skipið í dag stærsta fiskiskip í flota Suðurnesjamanna og flaggskipið í útgerðinni hjá Þorbirni HF í Grindavík. Þorbjörn gerir í dag út 4 línuskip og 2 frystitogara. Sjónvarp Víkurfrétta skoðaði togaran og ræddi við Eirík Óla Dagbertsson, útgerðarstjóra fyrirtækisins. Við ákváðum snemma á þessu ári að fara í gaggerðarbreytingar á fyrirkomulaginu og sem sagt áhrifni Sveinbjarnar. Við sem sagt ákváðum að setja einn af 3 frystitogurum á söluskrá og sendum annan í lengingu til Póllands. Það var nú breyting sem var svo sem búin að standa lengi til. Hann hafði í rauninni þurft á því að halda frá upphafi. Var óttalega stuttur blessaður, 48 metrar og þannig að við drifum í þessu í vor. Hann fór til Póllands í byrjun apríl eða kom þangað 11. apríl og var lengdur 15,4 metra og mjög margt í uppsöfnuðu viðhaldi og allskyns viðhaldi var framkvæmt í leiðinni á vélbúnaði, frystibúnaði og auðvitað mikið í járni, þynningar hér og þar. Við endurnýjuðum 80 tonn af járni fyrir utan sem sagt lenginguna sjálfa. Að mjög mörgu leyti þá þetta skip sem nýtt og við reiknum með að hann verði léttur í viðhaldi svona næstu árin. Nú hefur frystitogurum verið að fækka en þið veðið á þennan hest? Já, vissulega hefur frystitogurum verið að fækka mikið og það eru svo sem margar ástæður fyrir því. Fækkunin, hún ekki eins mikil eins og töluleg, það er að segja minnkun í magni alls ekki eins mikil eins og töluleg fækkun. Fyrirtæki hafa verið að hagræða það. Og við getum nefnt sem dæmi bara með okkur, við fækkum úr 3 í 2 en ætlum okkur að veiða sem mest af þessum kvóta á 2 skip sem við gerðum áður á 3. Við sameinuðum sérstætt áhafnirnar af þessum 3 skipum á 2. Við þurftum sem betur fer ekki að segja upp mörgum mönnum og nú markmiðið að þessi togarar fari út í 3-4 vikna túra og komi inn að morgni og fari út að kvöldi með nýja áhöfn. Þannig að í staðin fyrir að séu 26 menn pluss skiptimenn þá eru bara 52 menn í áhöfn, alltaf á hálfum hlut og á hálfu kaupi bæði í landi og á sjó. Við byrjuðum á þessu fyrirkomulagi eftir makríl í síðsumars og þetta hefur farið mjög vel af stað hjá okkur. Ef við skoðum aðeins Hrafn Sveinbjarnarson, hvað þessi breyting að þýða fyrir þetta skip? Hvernig skip verður þetta núna eftir breytinguna? Þetta náttúrulega bara verður algjör breyting að öllu leyti sko. Kannski bara fyrst fyrir áhöfn þá eru þetta komin miklu betri starfsmannaaðstaða. Það voru til dæmis aldrei nema 25 kallar á honum, það vantaði bara kojur. Við bættum í hann 2 klefum þannig að nú verður mjög þægilegt að vera með 26 menn sem svona vanalegur fjöldi á frystitogara. Við bættum komin auka setustofa, stór og þægileg setustofa. Líkamsræktin löguð til og nú stakkageymslur og öll sú aðstaða orðið miklu betri. Lengra skip verður miklu þægilegra í sjóleggja, það alveg augljóst. Hann var mjög stuttur og valt bara ansi skringilega þetta skip í raun og veru. Það má vel segja að hann nær núna yfir 2 bárur. Já, það oft talað um það, nú sé þetta orðið 2 öldu skip, það náttúrulega fer svo sem eftir veðri og svoleiðis, en þetta skip hann var styttur á byggingatímanum frá upphaflegri hönnun, hann var hannaður sem 58 metra skip, en smíðaður sem 48 metrar, það var út af vitlausum úreldingarreglum sem þá giltu, þannig að þeir sem létu smíðan áttu ekki nógu úreldingu og þeir í rauninni tóku úr honum stóran hluta lestinni og gerðan mun erfiðara skip í sjó að leggja, þannig að hann hefur alltaf verið pínulítið erfiður. Hann mikið skorinn inn undir sig að framan, hann mikið skorinn inn undir sig að aftan,
þannig að í rauninni það var svolítið lítill skrokkur sem að það sem gefur okkur svo kallaðan formstöðuleika, litlar síður, þetta gjörbreytist núna þegar hann kom heim frá Pólandi þá fengu þeir upp í 20 metra á hlið og þeir fundu bara gífurlega breytingu á honum og stóra breytingi síðan auðvitað í rekstrinum það að nú eykst lestarýmið rúman helming. Hann fer úr einhverjum 270 tonnum af afurðum upp í tæp 500. Það fer aðeins eftir því hvers konar afurðir við erum að tala þannig að og líka olíurýmið auðvitað, það fer úr einhverjum 180 tonnum yfir 300 þannig að hann var þannig að hann þurfti að koma mjög ört inn til Löndunar út af því hvað lestin var lítil. En þeir eru jafnvel að gæla við það að nota hann líka svona samhliða sem ísfisk eða ferskfisk togara? Já, akkurat. Við létum útbúa hann þannig að hann sé með möguleikan auðveldlega til þess að gera hvoru tveggja. Þannig að aftasti hluti lestarinnar, cirka 1/3, hann við getum stúkkað hann af og frystikerfið er tvískipt þannig að við getum keyrt kælingu á afturlestina og frystingu á hinni og þá hugmyndin að geta þá til dæmis tekið fest í lok veiðiferðar eða jafnvel sem að mér finnst vera mjög áhugavert að skoða alvarlega ef og þegar þar að kemur að við myndum jafnvel fara í þessa venjulegu 28 daga túra en myndum hugsanlega fara og taka þorsk inn í veiðiferðinni kannski einu sinni í viku. Allavega undanfarin ár hefur gengið gríðarlega vel að veiða þorsk og með þetta mikinn mannskap þá hægt að hafa mikil afköst í slægingu. Þannig að ég sé fyrir mér að það væri hægt að salla á sig miklu magni skjótast inn til dæmis til Ísafjarðar, landa 70-80 tonnum á sunnudagsmorgni sem væri þá komin í vinnslu suður á mánudagsmorgni en skipið myndi eyða litlum tíma í þetta og skjóta svo út aftur og halda áfram í frystingu þangað til að væri komin tími til að fiska meira í vikun og eftir, væri að prófa þetta, gera þetta vikulega en sem sagt hinn möguleikin líka klálega að resta bara veiðiferðina í bolfiski, gætu þá jafnvel stytt túran aðeins, prófa 3 vikna túra jafnvel aðeins styttri, að vera þá í frystingu og fullu en enda túrin í fersku. Þetta eigum við eftir að prófa eflaust þegar að hlutir snúast aftur við en akkurat í augnablikinu þá eru við bara svolítið svona ofan á í sjófrystingunni því að verðin hafa verið að hækka mikið og þessi rekstur er ágætur í dag og við keppum vel við þetta ferska akkurat eins og staðan er núna.